Hvaða lið eru meistari? Ég held að sé auðveldast að spá Haukum meistaratitlinum svona með við mannskapinn þar allavega og það verður vonbrigði fyrir Haukana ef þeir verða ekki meistarar. Hvaða lið fellur? Þetta verður svo jöfn deild. Ég treysti mér bara ekki til þess að spá neinu liðið niður. Þetta ekki strax allavega. Það verður að líða 8 til 15 umferðir áður og maður getur eitthvað að fara að rýna betur í það. Hver verður valinn bestur? Það er spurning. Ólafur Bjarki er náttúrulega farinn og svona hefði alltaf verið auglýsasti kosturinn með við síðustu 2 ár. Það er náttúrulega fullt af góðum leikmönnum þessari deild. Ég ætla að setja pressu á Ólaf Gústafsson í FH að vera heill núna í heilan vetur og spila almennilega. Hann hefur alla burði til þess að verða bestur í vor. Hver verður valinn efnilegastur? Þeir eru margir sem koma til að greina þar. Ég er mjög spenntur að sjá Stefán Þórsson í Fram, það verður nú samt ekki valinn efnilegastur. Leo Snær í HK, skemmtilegur hornamaður, en Böðvar Páll Ásgeirsson, gott ef hann var ekki bara meira þess að valinn síðast, en ég er mjög hrifinn af Böðvari Páli hjá Aftureldingu, ungur og mjög flottur strákur, skita. Hver verður markakóngur? Ekki segja að það verður hörðkeppni milli Bjarna Friðssonar og Bjarka Más Elíssonar. Hvað mun koma mest á óvart í vetur? Ég veit það ekki. Ef það ætti að koma óvart þá geti ég ekkert verið að segja eitthvað núna, þá kæmi það náttúrulega ekkert óvart, sko. Ég hef ekki bara að segja að koma óvart hvaða lið fellur. Hver er besti þjálfari deildarinnar? Já, verður það ekki bara að vera Aron Kristjánsson, fyrst að hann er landsliðsþjálfari? Hver er verið vonbrigði vetrarins? Vonbrigði vetrarins? Ég veit það ekki. Það örugglega einhver slæm meiðsli hjá okkurum, en meiðsli eru náttúrulega alltaf vonbrigði fyrir þann sem lendir í þeim, en ég þori ekkert að segja til hver verður fyrir einhverju vonbrigðum eða hvaða lið eða hvernig það verður. Hver mun taka póka sem fyrstur? Það verður engin Reykinn í vetur. Hverju viltu breyta af NA-deildina? Ég veit það ekki. Það má náttúrulega breyta heilmiklu, það er líka margt mjög gott. Ég allavega treysti mér ekki til þess að fara að hugsa það uppátt eitthvað núna. Ég þyrfti lengri tíma til þess að hugsa það, en það er margt gott líka. Flottustu og ljótustu búningarnir? Já. Fram hlýtur að vera í flottustu búningunum. Bláur og fallegir. Ljótustu. Ég hef nú sagt Selfoss ef Selfoss hefur uppi, ekki. Ég hef neitt á móti Selfyssingum. Þessi vínrauðu litur bara svo ljótur. Ég veit svo sem ekki hvernig það er í vetur. Segjum við bara IR fyrst að þeir eru nýir. Nei, það er engin ljótur búningur þarna, ekkert sem stöðar mig allavega. Hver er myndarlegastur leikmaður deildarinnar? Myndarlegastur? No homo samt. Nei, myndarlegastur. Já. Það er... Ég veit það ekki. Hver er mesta fósætefni deildarinnar? Bjarni Friðsson. Hver er mest í taugarnar á þeirri deildinni? Leikmaður það? Já. Ef ég ætti að fara að segja það hér þá var ég nú varla hæfur til þess að lýsa einhverju leikjum í vetur eða fjalla eitthvað um deildina, þannig að við látum það nú liggja milli hluta. Hver er skemmtilegasti karakterinn í deildinni? Það er mikið af skemmtilegum karakterum. Sigurður Eggertsson í Fram, Bjarni Friðsson, Fúsi, ef hann ætlar að spila með Val í vetur, það er náttúrulega fullt af skemmtilegum gaurum, en ef við ekki bara að gefa Bjarka Má Elíssyni þetta. Hann hefur allavega ekkert legið á skoðunum sínum á Twitter að undanförnu, þannig ég ætla að gefa Bjarka Má þetta.